Oddfellow-reglan á Suðurnesjum afhenti Heilbrigðisstofnun Suðurnesja nýja líknaraðstöðu sem hún lét útbúa en 4 stúkur innan hennar stóðu saman að þessari veglegu gjöf. Oddfellow-reglan á Suðurnesjum fagnar 40 ára afmæli á þessu ári. Sérstök aðstaða fyrir líknardeild hefur ekki verið starfrækt áður hjá HSS og því þessi aðstaða góð viðbót við þá þjónustu sem stofnunin veitir í heimabyggð. Sjónvarp Víkurfrétta var við opnunina og ræddi við Halldór Jónsson forstjóra Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja við þetta tækifæri. Þetta hlýtur að vera kærkomin búbót og gjöf hérna inn á Heilbrigðisstofnunina. Það svo sannarlega það. Þetta ánægju dagur og einstök ánægja og heppni að fá að hafa samstarf við svona góða aðila sem að leggja okkur og samfélaginu svona gott lið. Það var mikil þörf fyrir þetta. Það er búið að standa einstaklega vel að þessu og þetta er vel heppnað og það er ekki annað hægt en að vera þakklátur og ánægður með þetta. Það er rauninni kannski svolítið skrítið að það skuli ekki hafa verið svona mynd af líknardeild hérna við þessa stofnun í öll þessi ár. Já, það kannski má horfa til þess á fleiri stöðum. Kannski verið að horfa svolítið mikið til þess að reyna að reka heila líknardeild, heila einingu. Það þetta mjög erfitt í litlum samfélögum, en það er lítið mál að gera þetta í samvinnu eða í tengingu við rekstur og annarri legudeild, eins og hér er gert upp. Og við hugsum þá til framtíðar að þegar þörfin kallar að þá er möguleiki að bæta svona við. Og ef það er engin þörf einhvern ákveðin tíma sem sjá fyrir, þá er möguleiki að nýta þessi rými alltaf til hvers annars sem á þarf að halda. Þannig að þetta gerir náttúrulega aðstandendum auðveldara fyrir og slíkt. Já, ég held að sé allt annað sem að þetta fólk, því ég boðið upp á sjúklingunum sjálfum, aðstandendum, þetta er meiri aðstaða, þetta er öðruvísi, þetta er ekki mjög sjúkrahúslegt, þetta er meira heimilislegt og það er allt kapplagt á að gera þetta á eins góðan hátt og hægt bæði fyrir þá sem að hér eru sjúkir og eins fyrir þá sem að ættingja vini sem koma og vilja dvelja með þeim lengur eða skemmur. Það er nú nokkuð löng saga að hvers konar félagsandi hér á Suðurnesjum hefur verið horft mjög mikið til þessara stofnunar varðandi framlög og gjafir. Já, það er rétt. Það er ýmislegt sem að mætti taka til og bæði varðandi tækjamál og annað og það er auðvitað afskaplega ánægjulegt. Það er mjög mikilvægt og með þessu þá eignastu svona öðruvísi samband við þá sem að leggja þessu lið, eins og ég hef sagt, fólk eignast svona pínu hlutdeild í þessu. Það á möguleika vonandi að hafa betri upplýsingar hvernig hlutirnir nýtast, hvað er þörfin og ég held að ef við nýtum þetta vel og gengur vel þá erum við að fjölga okkar jákvæðu talsmönnum sem skiptir líka miklu máli. Það er aldrei svo að allir séu ánægðir með allt en við viljum fá að vita ef eitthvað er ekki nógu gott og þá munum við reyna að bæta það til þess að það nýtist betur fyrir samfélagið. Þannig að það skiptir mjög miklu máli þessi framlög félaga hér allt svæðið fyrir stofnunina. Sumir hafa jafnvel haft áhyggjur af því að ríkið horfi bara til þess og bíði eftir því. Ég held að sé ekki hvorki rétt að horfa þannig á það og ég held að sé ekki þannig. Það er auðvitað bara viðurkennt að fjárframlög eins og til tækjamála þau eru of lítil og það er ekki gott að þurfa að horfa upp á það að við séum ekki með nægilega góðan búnað. Við höfum sem betur fer núna á undanförnum nokkrum árum staðið okkur þannig að við höfum getað í lok árs hlaupið til og verið að bæta aðstöðu búnað og það er ánægjulegt að geta gert það þegar menn hafa efni á því og það er ekki nema starfsfólki sjálft sem að býr til það umhverfi og við höfum reynt að koma því til skila þannig að það hafi þá betri aðstöðu og búnað til að sinna þeim sem þurfa þjónustuna.